Hvernig hefur jaðarsjónsvið áhrif á það sem við greinum í umferðinni? Jaðarsjónsviðið er það sem við sjáum til hliðanna þegar við horfum beint áfram. Nú er ég ekki að tala þegar við horfum til hliðar, heldur við horfum beint áfram á hvað við sjáum til hliðanna. Almennt þá greinum við ekkert rosa vel smáatriði til hliðanna þegar við horfum beint áfram. Við greinum hreyfingu ágætlega. Og í kyrrstöðu þá sjáum við hreyfingu nánast til beggja hliða eða hátt í 180 gráður. Hvað gerist svo þegar við aukum hraðan? Við erum að auka hraðan hægt og rólega í þessu myndbandi. Það gerði ég ekki með því að keyra hraðar, heldur bara auka hraðan á myndbandinu sjálfu. Þegar við erum komin í 60-70 km/klukkustund þá er sjónsviðið farið að þrengjast niður í kringum 70 gráður. Það er innan við 90 gráður bara fyrir framan okkur. En eftir því sem við fyrir hraðar og hraðar þá þrengist sjónsviðið meir og meir og þegar við erum komin í 150 km eða meira þá er þetta komið niður í 30 gráður sem er bara það bil það sem er að gerast beint fyrir framan okkur. Við náum ekkert að greina mikið hvað er að gerast til hliðana ef við horfum beint fram á veginn á hraðanu sem ég sjá til dæmis núna. Þá erum við ekkert að greina og valla hreyfingu meira að segja í umhverfinu til hliðana. Og þetta er ein ástæða fyrir því af hverju hámarkshraði er ekki hærri en hann er. Náttúrulega miklu fleiri ástæður fyrir því líka. Ef við skoðum til dæmis hraðbrautir erlendis þar sem hámarkshraðinn er leyfður meiri en 120 km á klukkustund og sums staðar töluvert meira en það, þar er engin umferð að koma þvert. Þar er allt sem er að gerast fyrir framan bílstjórann eða rétt til hliðar og allt er að hreyfast í sömu átt. Það er af því að við ráðum ekkert við að greina einhverjar mikla hreyfingar sem koma frá hlið. Þannig að við verðum að hafa þetta í huga þegar við erum út að keyra og við erum náttúrulega komin í þessu myndbandi langt upp fyrir ef þetta væri í alvöru í bíl á þessum hraða, komin að kológlegan hraða hérna undir lokin. En eftir því sem við förum hraðar þá eigum við erfiðara með að greina þetta. Þannig að við þurfum að passa alltaf hæsta hámarkshraðan hjá okkur því að hann getur skapað stór hættu, ekki bara fyrir okkur heldur líka aðra í umferðinni.